people Yeah. to come in here. Yes. We're gonna keep on reading on Proverbs. Proverbs. We are on we're gonna read chapter 17 and 18 today. Svo við erum í orðskvíðunum og við munum lesa hér 17. og 18. kafla. Já. Og eins og ávallt þá byrjum við að lesa þetta á íslensku og síðan spilum við þetta fyrir ykkur á ensku með King James 16:11. Já. Enda vel skrifuð biblía og svona næst í sem við náum að spila svona fyrir ykkur sem við komumst í það sem lesið upp og það eru ekki lesnar upp eldri ritningarnar like we always play King James 16:11 because we cannot play the older versions because there has not been anyone reading on some people reading the old Bibles, and so we just have the oldest one is 16:11. Eins og ávallt on this wonderful Thursday, we are gonna start this with my lovely, beautiful wife. He's gonna start this with a little prayer. Eins og ávallt mun hér á Grace Church Daily Prayer mín fallega kona byrja þetta á litlu bæn á þessum yndislega 50 degi og allir segja Amen á þessum yndislega 50. Everybody say Amen on this wonderful Thursday. Amen. Amen. Já, Jesus. Við leggjum þessu stundi þína þetta dráttur minn. Heilagur andi, ég bið þess að blessi varur okkar Sigga og bara gefur okkur frið í huga okkar hjarta og líka þeirra sem eru heima að horfa og blessur okkur öll í Jesú heilaga nafni. Amen. Við ætlum að lyfta upp Magnúsi, við ætlum að lyfta upp Ástu, við ætlum að lyfta upp Úllu, Óskari, Einari, Bjarna, Guðmundi og Sigurði, Halldóru, Valdísi, Snjólu, Ísabellu og Örvari í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. And we ask you to lift these names up to God and ask the Holy Spirit to come upon them and help them what they are dealing with, because God knows what they need and what needs blessing to their families. And only thing we have to do, we have to pray for them, and God answers our prayers. Og munið á alltaf nöfnin sem við nefnum hér að við biðjum ykkur að biðja fyrir þeim, biðja Guð að blessa þau og biðja heilagan anda að stíga inn í þeirra og blessa það sem blessa þarf, því Guð veit hvað blessa þarf og hann veit hvað þeim fyrir bestu og eina sem við þurfum að gera að biðja og Guð ansar okkar bænum því hann elskar okkur öll. Amen.
mikið meir heldur en við vitum hvað ást Já. Því hann ástin og hann hefur gefið okkur svona skilning á því hvað ást en ástin hans mun meiri en við getum ímyndað okkur og kannski höldum eitthvað en hún mikið meira en það. Það að góða Guð. Guð elskar okkur fyrst og svo eins og við finnum þegar við göngum veginn með Guði að þá öðlast við virðinguna við Guð og við byrjum að elska Guð fyrir hversu góður Guð Like always, we know that God loves us first and we start to respect God and we start to love Him more and more, and that's how God wants it because He serves us first and builds us up, and that's why it is the Father is the first servant and then the man is the second servant he serves his wife and the wife serves the children, and this is how God made it, and that's how He blesses us, and if we keep His commandment is to be a servant, and because He serves me, I serve Him by serving my wife, and my wife then gets the respect from me and serves my children, and that's how He wants the things to be. Yeah. Amen. Eins og ávallt, Guð elskar okkur og því nú þannig að Guð elskar okkur fyrst, svo þetta til þess að ég þjóni konu minni og kona mín öðlast virðingu við mig og þegar hún ber virðingu fyrir mér og elskar hún mig og fer með áleiðis og í börnin mín og þjónar börnunum mínum, en eins og Guð gerir, ég geri og hún gerir því börnunum við eigum að þjóna börnunum okkar. Því það lykillinn. Amen. Amen. Amen on this wonderful Thursday. Þetta amen on this middle fimmtudag. Og ég ætla að byrja að lesa, ég ekki orðskrifa. I'm going to start read from the Bible, chapter 17 and 18, and then I'm going to play it in King James 16:11. Now I'm going to start in chapter 17. Betra þurr brauðbiti með ró en fullt hús af fórnarkjöti með deilum. Hygginn þræll verður drottnari, spillt syni og hann tekur erfðarhlut með bræðrunum. Deiglan fyrir silfrið og bræðsluofninn fyrir gullið. En drottinn prófar hjörtun, illmenni gefur gaum að fláþræði vörum, lygin hlýðir á glæpatungu, sá sem gjörir gys að fátækum, þannig skópan, og sá sem gleðst yfir ógæfu ekki óhengdur, barnabörnin kórana öldungana og feðurnir heiðu barnana, ekki hæfa heimsku manni stórviði, ekki hafa manni stórviði hver miklu síður göfugum manni, lygalarir,
Mútan gimsteinn í augum þess hann fær. Hvert sem maður snýr sér með hana, kemur hann sínu fram. Sá sem bræðir yfir bresti, eflir kærleika, en sá sem ýfir upp sök veldur vinaskilnaði, ávítur fáa meira á áhyggjinn mann en 100 högg á heimskingja. Uppreisnarmaðurinn hyggur á illt eitt, en grimmur sendiboði mun sendur verða á móti honum. Betra fyrir mann að mæta birnu sem rændir á húnum sínum heldur en heimskingja í flónsku hans. Sá sem launar gott með illu, frá hans húsi víkur ógæfa eigi. Þegar deila byrjar sem tekin sé úr stífla, láti að þrætunum áður en rifrildi hefst. Sá sem sekan sýknar og sá sem saklausan sakfellir, þeir eru báðir drottni andstyggð. Hvaða stóð peningar í hendi heimskingjans til þess að kaupa speki þar sem vitið ekkert. Vinur elskar ætíð og í nauðum hann sem bróðir. Óvild maður sá til handsala gengur. Sá sem gengur í ábyrgð fyrir náungar sinn, sá elskar yfirsjón sem þrætur elskar. Sá sem háargjur dýr sínar sækist eftir huni, rangsnuði hjarta öðlast enga gæfu, og sá sem hefur fláráða tungu hrapar í ógæfu. Sá sem getur af sér heimskingja, honum verður það til mæðu, og faðir glópsins fagnar ekki. Glatt hjarta veitir góða heilsubót, en dapurt geð skræli beinin. Hinn óguðlegi þiggur mútur á laun til þess að beygja leiðir réttvísin. Hygginn maður hefur viskuna framan sig, en augu heimskingjans úti á heimsenda. Heimskur sonur föður sínum til sorgar, og þeirri til angurs ól hann. Það eitt að sekta saklausan ekki gott, en að berja tignamenni tekur þó út yfir. Fámálugur maður hygginn, og geðrór maður skynsamur. Afglápinn getur jafnvel álitið svitur ef hann þegir, hygginn ef hann lokar vörunum. Nú vil ég biðja konuna mína að lesa 18. kafla. Sérlyndi maður fer að sínum munum, hann ílskast við öllu sem hyggir eftir. Heimskingin hefur enga mætur á hyggjendum, heldur á því að gjöra kunnar hugsanir sínar. Þar sem hinn óguðlegi kemur, þar kemur fyrirlitningin, og með smáninni kemur skömm. Djúp vötn eru orð af manns munni. Lind viskunar sem rennandi lækur. Það ekki rétt að draga taum hins óguðlega, að halla rétti hins saklausa í dómi. Varir heimskingja valda deilum, og munnur hans kallar á högg. Munnur heimskingjans verður honum að tjóni, og varir hans snara fyrir líf hans. Orð róparans eins og sælgæti, og þau læsa sig inn í innstu fylgsni hjartans. Sá sem tómlátur í verki sínu, skilgetinn bróðir eyðsluseggsins.
Nafn drottins sterkur turn, þangað hleypur inn hinn réttláti og þar óhultur. Auður ríks manns honum öflugt vígi og ókleifur múrveggur í sjálfs hans ímyndun. Ómetnaður hjartans undanfari falls, en auðmýkt undanfari virðingar. Svari einhver áður en hann heyrir, þá honum það flónska og skömm. Hugrekki mannsins heldur honum upp í sjúkdómi hans. En dapurt geð, hver fær borið það? Hjarta hins hygna afla sér þekkingar og eyra hinna vitru leita þekkingar. Gjöf sem maður gefur rýmir til fyrir honum og leiðir hann fram yfir stórmanni. Hinn fyrri sýnist hafa á rétt að standa í þrætumáli sínu, en síðan kemur mótpartur hans og rannsakar röksemdir hans. Hlutkestið gjörir enda á deilum og skerur milli sterkra. Erfiðara að ávinna svikinn bróður en að vinna rammbyggða borg, og deilur slíkra manna sem slagbrandar fyrir halladyrum. Kviður mannsins mettast af ávexti munns hans, af gróðri varanna mettast hann. Dauði og líf á tungunnar valdi, og sá sem hefur tauma henni mun eta ávöxt hennar. Sá sem eignast konu, eignast gersemi og hlýtur náðgjöf drottni. Hinn fátæki mælir af bljúgum bænarorðum, en hinn ríki svarar með hörku. Að vera allra vinur til tjóns, en til ástvinur sem tryggari en bróðir. Í Jesú nafni, amen. 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 Now we are gonna play this in King James 16:11 for you. Yes. Lema darling. Smala. Chapter 17 and 18. Yeah. Proverbs 17. Better is a dry morsel, and quietness therewith, than an house full of sacrifices with strife. A wise servant shall have rule over a son that causeth shame, and shall have part of the inheritance among the brethren. The refining pot is for silver, and the furnace for gold, but the Lord trieth the hearts. A wicked doer giveth heed to false lips, and a liar giveth ear to a naughty tongue. Whoso mocketh the poor reproacheth his Maker, and he that is glad at calamities shall not be unpunished. Children's children are the crown of old men, and the glory of children are their fathers. Excellent speech becometh not a fool, much less do lying lips a prince. A gift is as a precious stone in the eyes of him that hath it. Whithersoever it turneth, it prospereth. He that covereth a transgression seeketh love, but he that repeateth a matter separateth very friends. A reproof entereth more into a wise man than 100 stripes into a fool. An evil man seeketh only rebellion. Therefore a cruel messenger shall be sent against him. Let a bear robbed of her whelps meet a man, rather than a fool in his folly. Whoso rewardeth evil for good, evil shall not depart from his house. The beginning of strife is as when one letteth out water. Therefore leave off contention, before it be meddled with. He that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Wherefore is there a price in the hand of a fool to get wisdom, seeing he hath no heart to it? A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. A man void of understanding striketh hands, and becometh surety in the presence of his friend. He loveth transgression that loveth strife, and he that exalteth his gate seeketh destruction.
He that hath a froward heart findeth no good, and he that hath a perverse tongue falleth into mischief. He that begetteth a fool doeth it to his sorrow, and the father of a fool hath no joy. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. A wicked man taketh a gift out of the bosom to pervert the ways of judgment. Wisdom is before him that hath understanding, but the eyes of a fool are in the ends of the earth. A foolish son is a grief to his father, and bitterness to her that bare him. Also to punish the just is not good, nor to strike princes for equity. He that hath knowledge spareth his words, and a man of understanding is of an excellent spirit. Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise, and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding. Proverbs 18. Through desire a man, having separated himself, seeketh and intermeddleth with all wisdom. A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself. When the wicked cometh, then cometh also contempt, and with ignominy reproach. The words of a man's mouth are as deep waters, and the wellspring of wisdom as a flowing brook. It is not good to accept the person of the wicked, to overthrow the righteous in judgment. A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes. A fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul. The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it, and is safe. The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit. Before destruction the heart of man is haughty, and before honor is humility. He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him. The spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear? The heart of the prudent getteth knowledge, and the ear of the wise seeketh knowledge. A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men. He that is first in his own cause seemeth just, but his neighbor cometh and searcheth him. The lot causeth contentions to cease, and parteth between the mighty. A brother offended is harder to be won than a strong city, and their contentions are like the bars of a castle. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. The poor useth entreaties, but the rich answereth roughly. A man that hath friends must show himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Í Jesú nafni, Amen. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this beautiful Oh, sorry. Better is the Thursday. poor that walketh in his integrity. Amen. Verse in his lips. Stopp. Amen. Allir segja amen á þessu myndislega. Fimmtudegi. Amen. Núna ætlum við að stíga í næsta skref og þú sem ert að hlusta og þú er ekki tekið Guðinn í hjartað þitt þá þykir það tækifæri til þess að gera það núna og eins og Guð lofar að ef þú játar með vörum þínum að
Guð hafi, Jesú Kristur, að hann hafi farið á krossinn og hann hafi dáið fyrir syndirnar og hann hefði risið upp á 3. degi og hann sé lifandi í dag og þá myndu hópinn verða og Faðirinn, Sonurinn og heilagur andi mun stíga inn í líkaminn og þú getur leitað hans og fengið blessanir hans því þá trúir þú og Guð ansar þínum bænum og blessar þig því þú trúir og þeir sem trúa fá svar við sínum bænum. Í Jesú nafni, amen. Jesú nafni, amen. And now we're gonna take the salvation prayer, and if you are here listening and you haven't received God into your heart, then God promised to come into your heart if you believe in Him, if you believe that Jesus Christ went on the cross, died for your sins, He rose on the 3rd day, and He's alive today, then the Father and the Son and the Holy Spirit is gonna come into your heart, and you can pray to Him, and He will answer your prayers, and He will bless you, and this is a promise from Him. And then you can have a personal relationship with Him, and He will help you with all your things in life. And that's a promise from Him. Yes. If you believe these words that I'm gonna say now, I'm gonna start reading this in Icelandic, and then I'm gonna read it in English. Og núna ætla ég að byrja að fara með frelsisbænina á íslensku og þú trúir þessum orðum sem ég fer með hér og tekur inn í hjartaðir og þá kemur Guð inn í hjartaðir og hjálpar þér. Og hafðu þessi orð eftir mér. Drottinn Jesús. Drottinn Jesús. Ég trúi þú sért sonur Guðs. Ég trúi þú sért sonur Guðs. Ég trúi þú hafi dáið á krossinu fyrir syndir mínar. Ég trúi þú hafi dáið á krossinu fyrir syndir mínar. Og að dýrmætt blóð þitt hreinsa með allri synd. Og dýrmætt blóð þitt hreinsa með allri synd. Ég trúi að rísa upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að rísa upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar. Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar. Og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt. Hreinsaði hjarta mitt. Endurnýjaði anda minn. Endurnýjaði anda minn. Og gerði mig nýrri sköpun í þér. Og gerði mig nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna. Ég opna hjarta mitt núna. Og bið þig að koma inn í líf mitt. Og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég að fylgja þér. Frá þessum degi vel ég að fylgja þér. Elska þig. Elska þig. Og lifa samkvæmt orðið þínu. Og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þér Jesús. Þakka þér Jesús. Að fyrir blóð þitt er ég ný sköpun. Að fyrir blóð þitt er ný sköpun. Fyrirgefin. Fyrirgefin. Endurfæddur. Endurfæddur. Og elskaður af þér. Og elskaður af þér. Í Jesú nafni. Amen. Vertu velkomin þú sem tókst þessa ákvörðun. Vertu velkomin í Guðs ríkið og partur hér af kirkju hans. Við erum kirkjan, það er fólkið og það er ekki eitthvað hús. Nú er þú sem hefur tekið þetta inn í þér, þá er líkaminn musteri Guðs. Og hann hreinsar það sem hreinsar þar og hjálpar þér í Jesú nafni. Amen. Jesú nafni, amen. Amen. Amen.
hefur gert það. Hann getur gert hluti sem aðrir get ekki séð fram úr og Já. Amen. Svo sannlega. svo sannlega eins og hann gerði fyrir mig og fleiri. Amen. Amen. Sem við sáum ekki lausn á en hann var með lausn. Já. Það Guð með lausn fyrir öllu og því að við erum ekki Guð og Guð með lausn á öllu. Amen. Svo sannlega, ástin mín. And now I'm gonna have the salvation prayer in English, so have these words after me. And so, Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all sin. and that your precious blood cleansed me from all sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now, and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In In Jesus' name, amen. And be welcome to the kingdom of God. Amen. And now you are part of the church like we are, and welcome to the team. Yeah. And now you can ask him for blessings and all matters in your life, and Yeah. he will fix them and help you because he loves you and he wants to do everything for you to give you a better life. Yes. And that's our God, because he is love, Yes, yes. pure love. Yeah, pure love. Yes. Yes. And he is your servant. He wants to serve you. Yeah. And that's why he teaches us to, he's a servant of mine, and then he teaches me to serve my wife, and my wife teaches my children, and she serves my children. Yeah. And that's how God made us, because he made us in his image. Yes. In Jesus' name, amen, amen. 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 The Father, the Son, and the Holy Spirit, Yes. like we are the soul, and we are the body, and we are the spirit. Yes. The soul is the Father, Yeah. the body is the Son, and the Holy Spirit is the Spirit that he gave us. Yes. And he lives in us. And he made us like this, and so God can use us, then we have to believe, so he can do the things he wants to do, because he made you like him. Yeah. And
Yes. The only thing you have to do is ask him, and Yeah. he's gonna do these things for you because you trust in him, Yeah. and then he's gonna serve you and bless you and your family. And remember, be good to each other, always. Yeah. Amen. Man, be good to your wife. Yeah. Wives, be good to your husband. Yeah. And be good to your children and pray for your family. And then God is gonna bless your family and love your neighbor like yourself. And God is gonna bless you and love your enemy like yourself. And God is gonna bless you for that because we are all his children. Yes. And don't forget that he died for all of us because we are all his children. Yes. We can make bad decisions, but he loves us without condition. That's why there is no obligation to be a Christian person. You can keep it for yourself. You can do whatever you want with it. There is no, you don't have to like these cold things, like you cannot serve two gods, you cannot serve God and then try to buy yourself into the kingdom of God by giving some money and thinking that you are higher than somebody else in the house of God in front of other people. That's wrong believing, and like Jesus, he got mad one times and he broke everything and told everybody, are you making the house of my father like a house of thieves? And Yeah. because Yeah. Mormons, you cannot serve and God. That doesn't mix together. No. So that's right. So muni á að þið geti ekki þjóna tveimur guðum, það er bara einn guð og þið geti ekki farið að halda það að þið farið í einhvern söfnuð og borgið einhverja fjárhæð þar inn Nei. og haldið það að þið séu eitthvað yfir aðra hafnir. Að það virkar ekki þannig og þá ertu farin að þjóna tveimur guðum Já. og það gengur ekki í Guðsríkinu þegar þú átt bara að þjóna einum og það er Guði. Amen. Eins og Jesú sýndi að þú gerir ekki hús föður minns að ræningjabæli og það tekur það strangt fram og þú getur ekki verið að þjóna peningaguði og ætla að þjóna Guði, það bara gengur ekki upp. Eins og það segir, þegar bíkarðinn er barma fullur af það sem yfirflæðir af peningum, þá átt ekki peninga að stjórna þér og blessa þér með þeim, hvernig þú gerir það. Já. En ekki vera að láta þig í hendurnar á okkur fólki sem þú veist ekki hvað er að gera við peningana, hvort það er að kaupa sér einkadóttur eða eitthvað annað með peningunum og það eigum við ekki að gera. Við erum ekki vitlaus eins og Guð tekur fram, eins og orðskriðirnir sem við erum að lesa hér. Það er viska Guðs og við erum ekki að vera vitlaus og láta í hendurnar á fólki peninga og treysta því fyrir því. Því eins og Guð segir, engin maður er góður maður. Nei. Og við höfum ekki að líta upp til mín út af því að
ég einhver lærður pastor og eitthvað svona, því ekki láta mig á stall. Nei. Því ef þið látið mig á stall og ég fell á einhvern nátt, að þá hætt á því að þið fallið frá trúnni því að þið eru búin að taka mig og láta mig á stall að ég eigi að vera hinn mikli guðsmaður eins og maður heyrir alltaf þessi er svo mikil guðsmaður og þessi er svo innblásinn af Guði en það er bara rangt. Já, það er bara rangt. Like God always tells, don't put me because I'm a pastor or something, don't put me up on some higher platform. If I fall, you're gonna fall with me and God doesn't want that. No. It's just God because there is no good man and No. so have that in your mind that God is number one and just follow God. I can be speaking here, God can be speaking, using my tongue to speak to you, but don't look up to the man. No. Oh, there is just one God. He's just using my lips to get the good news out. Yeah. And I love doing that. And that's my purpose here. Some have other purposes. And like I say, there are no obligations to be Christian. No. You can do whatever you want with your belief. Yes. Don't try to tell people that you have to do some things, climb some mountains, and to prove yourself. That's not true. You don't have to do that. No. Þú þarft ekki að klífa fjöll fyrir Guð til þess að sanna að þú sért kristinn maður. Það er ekki þannig. Guð skoðar einungis hjarta þitt og það er það sem skiptir máli. God only looks at your heart and that's the only thing that matters. Já. Amen. And we love you here from Iceland. Yes, we do. And now we are gonna go with the prayer that God told us, and we have the old version of the prayer of God, and because God is never gonna tempt you, and that is in Luther Bible, and it is like when we take the prayer, keep us from temptation, but it is not lead us. Yeah. Do not lead us into temptation. Do not lead us into temptation. It's wrong. So wrong. It's made by some Jewish people Yeah. who's been trying to destroy our Bible. Yeah. And God would never, because He is love, He would never try to do some harm to you or and this misunderstanding of having having a heart that you are having a heart that it's like afraid of God. This is not in that meaning. This is just we, the Christian people, we are just afraid of making mistakes Yeah, true. against our beliefs. And it's not, God would never hurt us, nothing like that, No, because no. God loves us. Yes. En svo hérna
Guð talar Guðs ótti ekki í þeirri meiningu að við höfum Guðs ótta, að það bara ótti okkar við það að gera mistök í lífi okkar og til þess að standast freistingar og annað sem að snúa að peningum og annað sem að við viljum standast. Og það okkar ótti en við óttumst ekki Guð því hann ást og það eina fullvissan sem við höfum í þessu lífi. Í Jesú nafni. Amen. Í Jesú nafni, amen. Og núna Hæ Óskar. Hæ Óskar. Elsku þig. Elsku þig. Elsku framtíð. Og núna ætlum við að fara með Faðirvorið og Faðirvor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þitt vilji, svo í jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og vorar skuldabréfum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. And now we're gonna go with this in English. Yes. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, the will be done, on earth as in heaven. Give us our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And keep us from temptation, so that we may stand against it. Temptation, but deliver us from evil. But deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This wonderful Thursday. Yes. Everybody say amen on this wonderful Thursday. Amen. Everybody say amen. Allir segja amen á smyndislega 50 deg og við elskum ykkur og við sjáumst á morgun. Já, góða nótt. Góða nótt og Elskum við ykkur. Love you guys. elskum ykkur kirkjan okkar hér á Grace Church Daily Prayer. Yes. Þið eru kirkjan okkar og við elskum ykkur og yndislegt kvöld hér á Íslandi og þið sem eru úti í Ameríku og annars staðar og yndislegan dag. Og við elskum ykkur og megi Guð bless ykkur í Jesú nafni. Amen, 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 amen. Amen. Now you can turn it off. Yes, Bye. my guys. Good Good night. Okay. Amen. Oops. Hvað ég að gera? Amen. 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 Hallelujah.